Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 1. október 2025 klukkan 16:33. Þetta 879. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Fundinn í dag situr Þorbjörg Sólbjartsdóttir varabæjarfulltrúi í forföll Maldísar Stefánsdóttur bæjarfulltrúa Framsóknar. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Á dagskrá fundarins eru alls 15 mál. Þar að veru 6 fundagerðir til afgreiðslu og þá 9 fundagerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 1680. og fyrsta fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 18. september síðastliðinn og á dagskrá þess fundar voru 3 mál. Bæjarfulltrúi Halla Katrín, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 1.1, þjónustu og aðkomubygging íþróttamiðstöðinnar að Varmá. Langaði bara að segja frá því að á þessum fundi bæjarráðs þá samþykktu við samhljóða að hefja mætti undirbúning við útboð á byggingu og rekstri þjónustu og aðkomubyggingar við íþróttamiðstöðina Varmá. Og í þessari samþykkt felst það að auglýst verði eftir áhugasömum aðila til að standa að uppbyggingu og rekstri byggingarinnar og að Mosfellsbær skuldbindi sig til að leigja allt að 1600 fermetrum í þessu húsi fyrir þjónustu Mosfellsbæjar og starfsemi aftureldingar í að minnstakosti 25 til 30 ár. Hugsunin líka sú að eftir þessi ár að þá fái Mosfellsbær kauprétt af byggingunni. Þetta fyrirkomulag visst tækifæri fyrir Mosfellsbæ og auðvitað líka þann aðila sem hefði áhuga að standa að þessari uppbyggingu. Því að það heimilt á þessu svæði þar sem þjónustu og aðkomubyggingin á að vera að byggja alltaf 3000 fermetra hús. Og það gæti til dæmis verið heilsutengd starfsemi eða annars konar starfsemi sem myndi þá leiða til aukins þjónustuframboðs fyrir Mosfellinga. Já, það allt opið, en auðvitað aðalmarkmið með þjónustubyggingunni að bæta þjónustuna því að byggingin, hún verður með fleiri búningsklefum, hún verður með góðri aðstöðu fyrir gesti og íbúa sem sækja íþróttamiðstöðina. Hún verður með einhverju félagsaðstöðu, hún verður með geymslur, starfsmannaaðstöðu og auðvitað einhverja barnvæna aðstöðu. Í febrúar síðastliðinn á þessu ári var líka samþykkt í bæjarráði tillaga að hönnun á þessari þjónustu og aðkomubyggingu og frá þeim tíma hefur farið fram frekari vinna við hönnun á byggingunni og mig langar bara að ítreka það að þessi hönnun á byggingunni byggð á grunni eldri hönnunar sem var búið að fara í og svo þeirri þarfagreiningu sem stýrihópurinn vann að. En eins og svo oft hefur verið sagt hér hjá okkur og maður finnur það svona í hjartanu að íþróttasvæðið að Varmá mjög dýrmætt og það þarf að halda áfram með uppbyggingu og viðhald þar og eitt af því að koma af stað þessari þjónustu og aðkomubyggingu þar sem hún skiptir fólk á öllum aldri máli því að flestir tengjast henni á einn eða annan hátt. Þannig ég vildi bara koma upp til að segja að þetta var samþykkt samhljóða og bara aðeins að vekja athygli á þessu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem áskilja þetta mál, bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir sama máli þjónustu og aðkomubyggingu við íþróttamiðstöðina að Varmá. Ég vil byrja á því að fagna því að það sé eitthvað að gerast varðandi mögulega uppbyggingu að þjónustubyggingunni. Ég ætla ekki að rifja upp söguna sem mjög löng af þessari þjónustubyggingu en engu að síður að þá var rétt fyrir síðustu kosningar þá var boðin út bygging á þessari þjónustubyggingu sem endaði svo þannig að það kom ekki tilboð í hana
og eftir kosningar þá var ákveðið að fara í endurskoðun á því, mögulega þá var hann út á stækkun og öðru slíku og það hefur ekki orðið til þess að þetta hefur farið af stað, en það búið að eyða náttúrulega miklu fjármagni í hönnun á þessu og síðan var stofnaður stýrihópur sem vann góða vinnu hér þvert á flokka ásamt öflugum starfsmönnum Mosfellsbæjar í að skoða sig hér hjá öðrum sveitarfélögum og íþróttafélögum sem höfðu byggt við líka húsnæði til þess að skoða möguleikana á því hvað væri hægt að bæta við þá hönnun og teikningar sem lágu fyrir að þessari byggingu. Nú, það að gera það var samþykkt samhljóða í bæjarráði að skoða þennan möguleika, en það mjög mikilvægt fyrir okkur að ef það verður farið í þetta, þá verður það gert með ýtrustu þarfagreiningu Mosfellsbæjar í huga. Það jú sveitarfélagið og íþróttafélagið og jafnvel þá, ekkert jafnvel og skólasamfélagið sem koma til með að nýta þessa byggingu. Hvort það á að vera 1600 fermetra eða 3000 fermetra, það eitthvað sem eftir að koma í ljós. En það þarf að huga mjög vel að þeim þáttum bæði sem lúta þá að hönnun og útliti á þessu og hvernig þetta myndi nýtast vegna þess að þetta á ekki að sníða að annars vegar þá mögulegum verktaka sem ætlar að byggja þetta og eiga þetta heldur og mögulegum einhverjum leigjendum sem geta komið og farið með stuttum fyrirvara heldur nákvæmlega því hvað við sjáum fyrir okkur að Mosfellsbær þurfa að nýta þetta í nútíð og til langra framtíðar. Vonandi kemur eitthvað gott út úr þessu en við þurfum að taka varfærin skref í þessu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóð sem aðra liðu. Við tökum þá fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 681. fundar bæjarráðs sem að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá er það annað dagskrármál sem er fundargerð 682. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 25. september síðastliðinn og á dagskrá þess fundar voru 8 mál og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir málið 2.3 í Túninu heima 2025. Hér voru kynntar fyrir bæjarráði niðurstöður íbúakönnunar sem það sem var spurt hvernig fólki fannst til takast varðandi framkvæmd hátíðarinnar í ár. Eins og við munum eflaust mörg, þá spunnust nokkrar umræður á samfélagsmiðlum fyrir hátíðina þá ákvörðun að flytja tónleikana frá laugardagskvöldinu yfir á sunnudags eftirmiddag. En sú ákvörðun hafði verið samþykkt samhljóða í þáverandi menningar- og lýðræðisnefnd. Til upprifjunar þá nefni ég líka að bæjarráð hafði bókað haustið 2024 að endurskoða að það verið þörf á að endurskoða varðandi fyrirkomna tónleika og ég þarf ekki að hafa mörg orð ástæðu þess að sú ákvörðun var tekið en það verið þá margoft komið fram í umræðinni. En hátíðin í ár innihélt náttúrulega gamla dagskrárliði og dagskrárkunningja og nýja, en stærsta breytingi var sem sé núna var breytingi varðandi tónleikana. Og vegna þessara breytinga og umræðuna fyrir hátíðina þótti bæjaryfirvöldum mikilvægt að kanna hug bæjarbúa að lokinni hátíð. Það var lagt sem sé fram íbúakönnun og var mikil þátttaka í könnuninni og hún var opin öllum áhugasömum á vef Mosfellsbæjar, á samfélagsmiðlum bæjarins og Bólsins og Mosfellings. Og í stuttu máli þá var niðurstaðan sú að mikill meirihluti þáttakenda var ánægður með hátíðinni í ár, sem gefur okkur sterkar vísbendingar að breytingarnar hafi fallið í góðan jarðveg hjá bæjarbúum.
Athyglisvert að yfir 60% þátttakenda telur flutning tónleikanna yfir á sunnudag hafa gert hátíðina fjölskylduvænni, afslappaðri og í raun lengt hátíðina yfir helgina. Og þá kom mjög skýrt fram að götugrillin fengu betra svigrúm og þau sem áttu þess kost að sækja þau gátu notið samtala og samveru lengur fram á kvöld þegar ekki þurfti að drífa sig á tónleikana. Og heildarniðurstaðan var sem sé góð, en það var samt einn aldurshópur sem skar sig úr í þessari könnun og það var fólk undir 20 ára aldri. Bæði féll flutningur tónleikana síður í kramið hjá þessum aldurshópi og þessum aldurshópi þótti líka heldur fátt vera við sitt hæfi á hátíðinni. Þessar athugasemdir verða náttúrulega teknar til sérstakrar skoðunar í samtali við unga fólki sjálft fyrir næstu hátíð. En verðmætasta afurð þessara könnunar sem var gerð svo miklu fjöldi ábendinga og hugmynda sem kom fram í opnum spurningum og þær verða auðvitað rýndar vel fyrir hátíðina næsta ári vegna þess að öll viljum við náttúrulega að allir finni eitthvað í sitt hæfi þó aldrei verða þannig að allir séu í skýjunum á ánægju með allt sem að boður upp á svona hátíð. En ég vildi bara í punktu og nefna þetta. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa kemur upp undir máli 2.3 í fundargerð bæjarráðs í túninu Heima 2025. Þarna fjallaði niðurstöðu vídeókönnunar sem var framkvæmd eins og kom fram í máli Annu Sigríðar bæjarfulltrúa hér rétt áðan. Ég hef ekki miklu við að bæta sem að hún fjallaði hér en tek undir það að það var ánægjulegt hvað hátíðin tókst vel og ég skal vera fyrstur mann á þess að viðurkenna það að ég var ekki sáttur við það að færa tónleikana yfir á sunnudag, einmitt kannski þá vegna þess að það hefði þá kannski vantað eitthvað fyrir unga fólkið að gera og það virðist nú koma fram ekki bara út á tónleikunum heldur bara svona almennt á hátíðinni að þeim finnist þau þurfa að fá eitthvað meira prógram og það gott að fá þær upplýsingar vegna þess að það var hægt að bregðast við því. Það sem að við kannski ræddum hér áður þegar við vorum að ræða þessa könnun að það þyrftum kannski að gefa okkur meiri tíma aðeins lengri tíma til þess að undirbúa hátíðina á dagskránna og draga þá kannski unga fólki meira að þeirri vinnu og fyrr til þess að fá þá mögulega góðar hugmyndir sem hægt væri að bæta við dagskrána sem myndi hugnast þeim. Við vorum að halda upp á 20 ára afmæli þessara ágætu bæjarhátíðar. Hún hefur nú verið með óbreyttu sniði eða svona mjög svipuðu sniði í mjög mörg ár, þannig að það er kannski ágætt núna eftir 20 ára að skoða hvort við ættum að gera frekari breytingar á. Ef ég veit rétt að þá var líka verið að á síðustu metrunum að reyna að bæta inn einhverjum dagskrárliðum fyrir ungt fólk. Ef ég man rétt þá var það var það ekki í bíó í Sundinu eitthvað svoleiðis sem að kannski kom allt og stuttum fyrirvara og þar af leiðandi var kannski ekki nógu mikil þátttaka í því en engu að síður bara fín hugmynd en það sem ég að reyna að leggja áherslu á að sem að kom hérna fram áður í umræðinni það það að gefum okkur aðeins lengri tíma í þetta og drögum þá fleiri hópa og þá sérstaklega kannski unga fólki að borðinu til þess að hlusta á þeirra raddir. Það sem að átti klárlega stóran þátt í þessu líka, það var náttúrulega hið frábæra veður sem að var á hátíðisdögunum og við getum alveg sagt það með góðri samvisku og við erum ekkert búin að taka út þá inneign sem við áttum í það góða veður eftir rigningar hátíðarnar sem að á undan fóru, þannig að við áttum það sannarlega skilið. En frábært þetta tókst svona vel og við gerum bara ennþá betur næst. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Maður beðið mest fundarhlé. Það beðið fundarhlé, við verðum með því. Og þá höldum við áfram hér eftir stutt fundarhlé. Við erum í öðru dagskrármáli sem fundargerð 1682. fundar bæjarráðs. Og hér umræður lið 2-3 í túninu heima 2025. Við erum fleiri sem óska eftir að taka til máls þann lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóð sem aðra liði þessara fundargerðar, svo við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 1682. fundar bæjarráðs sem gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá það þriðja mál á dagskrá þessa fundar. Það fundargerð 4. fundar skipulags- og umhverfisnefndar Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 15. september síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðsum þá fundargerð. Við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 4. fundar skipulags- og umhverfisnefndar Mosfellsbæjar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það 4. dagskrármál sem fundargerð 5. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 27. september síðastliðinn og þar voru 9 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðsum þá fundargerð og við tökum hana til afgreiðslu og þá bið ég bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 5. fundar skipulags- og umhverfisnefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. 5. mál á dagskrá fundargerð 1. fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 16. september síðastliðinn og þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Þorbjörg, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar aðeins að ræða menningar- og lýðræðisnefndar fundinn sem við áttum síðustu viku. Það sem heitir að standa að kynna fyrir ykkur yfirstaðna íþróttaviku Evrópu, viku sem haldin yfir 30 löndum á sama tíma. Markmiðið var einfalt það var að fá okkur öll til að hreyfa okkur meira, prófa okkur nýtt og hafa gaman. Við í Mosfellsbæ fengum góðan styrk úr Erasmus Plus í gegnum Easy. Þessi styrkur gerði okkur kleift að hafa dagskrána fjölbreyttari og skemmtilegri með fyrirlestrum, leikskólaleikum og öðrum áhugaverðum viðburðum.
Þetta var frábært tækifæri fyrir bæinn og íbúa bæjarins. Dagskráin var stútfull af skemmtilegum viðburðum. Ég nefni nokkra hápunkta, til dæmis fjallahjólamennska í ævintýragarðinum, opin tennisæfingu í Helgafeldsskóla, skákmót í Varmárskóla, göngufótbolti, leikskólaleikar, fyrirlestrar heilsu, fallhæfingar fyrir alla aldurshópa og parkour fyrir alla aldurshópa, eldri sem yngri. Það skiptir engu máli hvort þú sért vanur íþróttamaður eða bara stíga fyrstu skrefin. Það skiptir mestu máli að innleiða hreyfingu inn í daglega rútínu lífsins. Hreyfing ekki bara hopp, hún gefur líka orku, gleði og samveru. Við komum að góðri náttúruperlu inn í kringum okkur, þannig að við hvetjum alla til þess að nýta sér það. Við í Mosfellsbæ erum stolt af því að hafa verið hluti af íþróttavikunni og við höldum það sjálfsögðu áfram að taka þetta verkefni. Takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði og við tökum fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð fyrsta fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og 7. dagskrármál fundargerð 440. og 7. fundar fræðslunefndar Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 24. september síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli 6.6, samskiptasáttmáli. Hérna er að ræða kynningu á samskiptasáttmála en að gerð hans kemur allt skólasamfélagið í Mosfellsbæ. Markmið samskiptasáttmálans að efla samskipti nemenda, heimila og skóla með vellíðan barna og ungmenna leiðarljósi. Það er vert að minna á það að vinna við þetta hluti af verkefnapakkanum Börnin okkar sem inniheldur 27 aðgerðir til að styrkja og bæta umhverfi barna og ungmenna í Mosfellsbæ og hlúa að þessum mikilvægustu íbúum sveitarfélagsins. Verkefni sem hefur vakið verðskuldað athygli víða í samfélaginu. Eins og fram kemur í mjög greinagóðu minnisblaði frá leiðtoga málefna grunnskóla, Ágústi Frímanni Jakobssyni, þá staða verkefnisins sem hófst í mars. Staðan sú að það eru komið fram drög að sáttmála. Enn nokkur vinna og meira samráð eftir áður það verður tímabært að birta sáttmálan. En ég þess fullviss að þegar þar kemur, þá munum við geta verið stolt af þessu einstaka verkefni. Innleiðingin mun svo náttúrulega taka tíma og þar mun skipta sköpum að vel takist til því árangurinn byggir á því að allt skólasamfélagið upplifi og skynji sitt eignarhald á sáttmálanum. Þetta sé ekki eitthvað sem kemur einhvers staðar að himnum ofan, heldur að samfélagið allt eigi þennan sáttmála. Og það stefnt að því að sáttmálinn taki fullu gildi við upphaf skólaársins haustið 2026. Verðmætin sem felast í þessari vinnu og þessu mikla samráði og samtali innan skólasamfélagsins eru óumdeild að mínu mati og við getum verið mjög stolt af fræðslusviðinu og öllu skólasamfélaginu sem að þessari vinnu hefur komið. Nú undir þessu sama máli, ég verða aðeins að fá að segja nokkur orð það, undir þessu sama máli liggur dagskrá fræðsludags leik- og grunnskóla Mosfellsbæjar og sá dagur var haldinn þann 19. september og þar var einmitt haldin kynning á samskiptasáttmálanum. Dagskráin var gríðarlega metnaðarfull greinilega, fjöldi mjög áhugaverðra og fjölbreyttra fræðslufunda var í boði. Ef ég taldi rétt, voru þau 17 og þar stýrðu ferð öflugir sérfræðingar hver á sínu sviði. Þetta var bara gríðarlega gaman að lesa í gegnum þetta. Og ég hef einungis heyrt mjög jákvæðar ánægjuraddir þennan dag og þess vegna held ég það hljóta að vera óhætt að óska fræðslusviði og öllu sem að skipulagi og erindunum komu til hamingju með þennan fræðsludag. Við búum nefnilega að miklu mannauði í öllu okkar skólakerfi, hvar sem stigið niður fæti og hvert sem hlutverk fólksins
Og það í sjálfu sér eru gríðarleg verðmæti í einu sveitarfélagi. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar. Við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 447. fundar fræðslunefndar gjafamerki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá lokið afgreiðslu á þeim fundargerðum sem þess krefjast og komið að fundargerðum til kynningar. Og það þá 7. dagskrármál sem fundargerð 428. fundar samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 12. júní síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 8. dagskrármál fundargerð 429. fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 17. september síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Fundargerðin lögð fram. 9. mál á dagskrá fundargerð 410. fundar stjórnar Strætó BS. Sá fundur fór fram 12. september síðastliðinn. Þar voru 10 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 10. dagskrármál fundargerð 984. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 12. september síðastliðinn. Þar voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 11. mál á dagskrá fundargerð 140. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 12. september síðastliðinn og þar voru 9 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 12. mál á dagskrá fundargerð 613. fundar stjórnarsamtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 15. september síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 13. mál á dagskrá fundargerð 614. fundar stjórnarsamtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 22. september síðastliðinn. Þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 14. mál á dagskrá fundargerð 274. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 19. september síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Og 15. dagskrármál fundargerð 54. eigendafundar Sorpu BS. Fundurinn fór fram 22. september síðastliðinn og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Ekki eru þá fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 15. október næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:02.